Samstöðurinnar. Við höldum áfram uppteknum hætti í umræðu bridge og í dag ætlum við að tala endurvækið einmenningsmót. Íslandsmót í einmenningi, það hefur legið niður nokkur ára skeið en blessunarlega búið að blása lífi í það. Og við ætlum að ræða munin á skák og bridge, við ætlum að ræða úrvalsdeildina, við ætlum að ræða styrkleika og veikleika í spilinu og hvernig kannski maður getur bætt sig, nýliðun og fleira. Gestir þáttarins eru góðir sem endara nær, verið velkomin. María Haraldsdóttir Bender, margfræg landsliðskona í bridge og hefur einnig komið nálagt skákinni og Páll Þórsson, vertu velkomin. Þú ert að koma hingað í fyrsta skipti. Já, takk fyrir það. Og það vill svo skemmtilega til að þið eru bæði gamlir Íslandsmeistarar í einmenningi. Já. Og ég kynnti sem sagt það áðan til sögunar að við ætlum að byrja á umræðu einmenningsformið. Ef við, þessi þáttur er sem sagt tekin upp á fimmtudegi. Sjónvarpa á sunnudegi. Það sem hefur gerst í millitíðinni frá upptöku og þangað til þátturinn er sýndur er að Íslandsmótinu í einmenningi verður lokið. Það fer fram á laugardag eða í gær fyrir sem sagt þá sem eru að horfa þennan þátt. Og ég nefndi það að það væri gleðilegt að það væri verið að endurvekja þetta Íslandsmót. Eru þið ekki sammála á því? Byrjum að þér. Algjörlega. Já. Svo skemmtilegt. Er þetta ekki skemmtilegt? Ég var svo svegt þegar það hætti. Já, Því þetta er svo skemmtilegt mót. Þetta er ekki kannski fyrir alla. Nei. Sumir vilja alls ekki spila þetta mót. En við sem höfum gaman að því og sérstaklega myndi ég segja fyrir til dæmis tilvalið tækifæri fyrir þá sem er að byrja og eru nýbúin að vera námskeiðum eða er að koma í bridgeið að þarna er kjörið tækifæri. Já. Því það spila allir við alla, mjög einfalt kerfi. Þannig að ári, þegar næsta Íslandsmót í einmenningi verður haldið, þá skorum við á enn fleiri nýliða heldur virðast vera að taka þátt í þessum móti núna. En það er samt alveg slatti af óreyndu fólki. Sem betur fer. Og svo er líka kostur að mega hafa, þú getur kannski sýnt kerfið hvað það er einfalt. Þetta er bara eitt blað. Já, við getum rætt þá eftir. Þú mátt hafa það við borðið. Já, ef þú ert þannig þarft ekki að vera smeykur nýbyrjuð í spilinu. Já, og bæði ég og þú munum eftir því þegar við byrjuðum að spila einmenning hérna í eldgamla daga. Maður var skjálfandi á beinanum að spila við einhverju góða spilara. Já, en það var líka segullin. Það var segullin. Já, þess vegna tók maður líka þátt. Akkurat. Ég man að ég tók þátt í einmenningi á hans að eiginlega skilja keppnisformið mjög snemma á ferlinum af því að þá gat ég lent í því að spila við heimsmeistara. Að makker minn væri heimsmeistari. Já, og það var nú aldeilis eftir nokkra og svo skalmar á beinunum þegar maður lenti á einhverjum góðum í fátaga. Palli, hvað er skemmtilegast við einmenningsformið og hvað svona aðgreinir það frá öðrum keppnisformum? Það er svona ákveðin tilbreyting í því. Það er líka bara kannski allir sé ekki svona en meira social mode heldur en flest önnur þú fæði alltaf nýja makker, þú getur ekki kennt makker alltaf, þú alltaf nýja makker og svona sem er alveg djöflegt en svo líka bara eins og maður að segja svona tækifæri til þess að spila við betri spilara og svona prófa að sjá áfram og svo líka að spila allir sama kerfið og það er ákveðið svona það er ákveðin keppni í því líka getur við sagt þú er bara með þú hefur ekki tækifæri til þess að spila einhverjar svona fancy sagvennur sem að þú kannski telur græða á þú ert að halda einfaldleikan og reyna að spila úr því sem þú hefur að móða og strangleikið er bannað þegar dæmis vanir makkerar mætast í einmenningsmótinu þeir mega ekkert spila sitt í kerfi þeir mega ekkert fara að taka brílei og eitthvað svona við verðum öll að spila sama kerfið, er það ekki? Það er hugmyndin í þessu Já, það er hugmyndin í þessu en svo er alltaf svona, fólk er að teygja sig aðeins Já, það er svo sem aldrei þetta komið fyrir það með veldur svo villsingar þetta er bara skemmtilegt Þetta eitt löf, 3 grönd Já, þetta 3 grönd og málið bett
En þú segir aðeins meira social mode og ég tek undir það. Þetta reynir á félagsfærni að því ekkert að vera fúll drumbur með þetta skammast það mun ekki fara vel fyrir þér þá. Nei. En það líka einhver svona, mér líka við að segja pókervít í þessu eða sálfræðivít sem sterkar en í öðrum mótum ekki satt. Jú, þú þarft bara að vera svolítið góður í að lesa bæði spilin og fólki. Já. Ákveðni svona næmi, sko. Já, þetta sé svona bara svona grunnelementin í bridge, sko, sem þetta svona blanda af því að, sko, líkindum, útreikningum og svona skilningi en sko, fletta saman við fólk, sko. Þannig allir sem eru góðir að lesa fólk, þeir eru bara nokkuð efnilegi bridge-spilarar. Sko. Björn, þú ert nú einn af þeim sjálfur, sko. Tja, það dagamunur á því. En mér finnst allavega mjög gaman að sitja hérna með ykkur og ræða þetta. Því að mér finnst, sko, einmenningsformið svona ákveðin, þetta ákveðin listgrein. Já, þetta það. Og þetta svo frábært að hjá hann Matta Imslanda koma með þetta aftur, ég dáist að því. Já, hann var líka flottur og þegar að stendi í vonda þáttöku þá hótaði hann bara mótið ekki haldið og þá var líka fólki sem það ekki að skrá sig. Akkurat. Já, þetta stefni í 40 manna mót, sko, sem bara mjög flott, bara í mjög fínt mót. Að það verið að rífa þetta upp aftur, sko. Sammála. Og við erum til dæmis, sko, að tilefna kvennafrídeginum og föstudaginn og þá ætlum við ég og Denna og Svala. Sem var í fyrradag, af því þátturinn. Já, það er í fyrradag, ok. Þá ætlum við að draga út 2 konur, einminningnum. Það var ekki ég og Svala, við fáum ekki vinningin. Nei. Og það frítt á ásátt í kvenna í Brit sem verður haldið næsta vor. Já, ekki. Og þar eru við með 80, kannski 100 konur á hverju einusta ári sem koma. Það er alveg magnar. Og þessar konur eiga að koma akkurat í einminnismóti. Þetta er ekkert öðruvísi. Nei, það er glaðværð yfir þessu móti og allir einmitt svona í vinalegum búningi sem að ætla sér að ná einhverjum árangri. Þetta hefur maður stundum reykst á einhvern fúlan á móti en hópurinn svolítið hafnar því, sko. Já, þetta er að byrja að koma svolítið mjög mikið upp aftur. Bridge er ekki fyrir bara ömmur og afa, sko. Nei. Þetta er snjallt spil og þetta er lærdómsríkt. Þú getur alltaf árið betri. Og þetta kemur allt aftur, bara eins og gamli húsgögnin, skilur. Já. Ég tek undir hvert einast orð. Ef að fara í smá samkvæmisleik, kíkja á skráningarnar og svo ég endurtaki það að þátturinn er tekin upp á 50 degi en ekki sendur út fyrir 3 dögum síðar, þannig að einmenningsmótinu er lokið þegar þið horfið á þennan þátt. En ég ætla að nefna nokkra öfluga spilara. Matthías Imsland, Hjálmar Steinn Pálsson, Gunnar Björn Helgason, Maríu Haraldsdóttur Bender, Pál Þórsson. Þið ætli bæði að taka þátt sem er skemmtilegt. Ómar Olgeirsson, Jón Ingþórsson, Gulli Sævars, Vignir Hauksson. Já, ég er að gleyma einhverju Sverrir Þórsson, Svala. Hvað þetta er nú bara svona grunnt yfirlit og afsakið þið sem ég glemdi að telja upp. En hver mun vinna þetta mót, Marja? Vignir Hauksson. Vignir Hauksson? Já. Það stendur ekki á svari. Nei. Hvers vegna mun Vignir vinna þetta mót? Vegna hann er afburðabæði góður spilari, sko, en alveg sérstaklega góður einmennsspilari. Hann var í gamla dag alltaf í topp. Þegar ég vann þetta mót, þá var hann til 7. sæti. Já. Þú ert bara, sko, það er engin vafi því. Nei, er engin vafi. Við þurfum ekkert að spila þetta mót. Vignir bara hann lappar út með dollum. Maður dregur sænginu fyrir haus eða eitthvað allt annar. Hann er náttúrulega þægilegur við bólið af Vignir og hann er mjög snjall bara eins og spilið er. Endurskoðandi og býr yfir fáari framkomu og það skiptir máli. En Palli, hvað segir þú? Já, bara, sko, það er eiginlega 2. Það er þetta eru gamli vinir frá Laugavatni og annar er enn og góð vinur minn, Ómar Olgeirsson, en hann er alltaf svona líklegur, sko. Samt ekkert sérstaklega frumleita spáinu sigri. Taka fram hann einu svona aldrei unnið þetta mót, sko. Nei. Það verður Ómar eða Matti Imsland. Ég er ekki alveg, veit ekki alveg hvað meina dettur. Hvað segir þú? Svo segir 2 laugatningar. Já.
Ég er sammála því sem að þeim kandidötum sem þið nefnið. Já. Ég gæti nefnt einhverja fleiri, en af því að ég þarf að halda áfram í þessu sæti og hérna búið til fleiri brittstætti, þá held ég að ég segi bara pass. Já. Ég þóri ekki að draga einhvern. Já, það reyndar er sögn í britt sem að menn nota allt og lítið að segja pass. En sko, hérna, manstu hvaða ár þú varst Íslandsmeistari? 2014. 2014, 11 ár síðan. 11 ár síðan. Já, ég get sagt þér eina skemmtisögu með það. Já, komdu með það. Ég var að kenna einni í vinnunni sko að setja upp gerfugrindinni á sér í síman til þess að nota og sló allan og allt til þess að slá í leiðinni sko. Já. Og ég segi já, við skulum bara spyrja hver var Íslandsmeistari einmengi 2014? Aðalsteinn Jörgensson. Þannig að þú ætti vonað að kemur bara mynd af þér og allar upplýsingar og það var bara allir Jörg. Aðalsteinn Jörgensson og ég alveg bara ég sagði einmenningin ekki tvímenning. Það er ekki að vona fólki að treysta gerfugrindinni sko. Já, og svo kom hann með það María, skilju. En það hefur náttúrulega enginn í heiminum spurt þessar spurningar áður og þar alveg er ekki til í safninu þannig að hann þurfti að fara að kafa og leita. Já, en ef þú ferð í huganum aftur þessi 11 ár, þetta er eina skiptið sem þú voru orðið Íslandsmeistari einmenningi, en það er afrek. Manstu svona hvað aðgreindi framistöðu þína á því móti frá öðrum mótum? Nei, mér fannst þetta einmitt vera að ganga allt mjög illa. Var það? Já. Það var sérstakt. Ég var ekki einu sinni átti ekki vona á þessu. Nei. Mér fannst ekki ganga neitt vel, en það er svo oft með hennan tvímenning að þú veist. Að þegar að þér finnst eitthvað ganga illa þá gengur bara vel því að þetta er tvímenningur sko. Var það í lokin bara sem þú fórst á toppin eða, manstu það? Mér minnir það, ég man það að Harpafott var hann með sjoppuna og var ekki að spila og ég að fara að spila síðustu setuna og hún kom hlaupandi tíminn og sagði María, þú ert efst og mér leist nú ekki á það því ég var að spila þá og þá kom doblað 1 grand og það var Halldóra Magnúsdóttir sem er nú látin sem var að spila það spil og spilaði það svo vel og stóða. Hann var henn að þakka ég sé Íslandsmeistari. Já, þetta er fallegt. En Páll, hvaða ára varst þú Íslandsmeistari einmenningi? 2016. Já. Manstu eitthvað frá þessum móti? Nei, ég man nú bara eiginlega ekki sko neitt af spilunum sko. Nei. Oft er þannig svo skrítið sko að svona í löngu bristmóti það svona renna að spila saman í eitt sko. En þetta var samt nokkuð örugt í þetta skiptið sko. Svona, og þarna gildi bara sko þú veit að bera virðingu fyrir makkar. Það er mjög mikilvægt sko. Að sem sagt sko það er ákveðin freistni vandi hjá betri spilurum að kannski að melda gröndin og undan þannig að þú verið sagnaði en ekki makker og allt þetta. Segur. En það er segur, en það er sko, María, þú þekkir þetta. Það er ekki rétt að leiðin. Þú verður að bara melda á spilið inn því það er alveg ástæður í að kerðir upp í þessu það er til þess að skila árangri. Og svona sleppa og einhvern veginn treysta, sleppa. Það er einhver smá auðmýtt þarna undir sem verður að vera sko. Fara ekki að spila mjög afbrigðilega en samt sko það er svona líkt í þess aðeins við póker samt eru sko þeir sem hafa verið að ná árangur er alltaf ofalega þetta eru nú svona smá göslarar sko þetta eru menn sem að sjá marga leiki fram í tíman og komast einhvern veginn að því að það sé best að einu sinni varst þú að spila einmenning og þú opnar á tígli og það kom pass og makkarinn meldaði 6 tígla Willi Junior var mjög oft ofalega í svona mótum pass, 2 ásar úti en kom ekki út og þú vannspili en sko hann í raun og veru á ekki að gera svona sko hann var að fara eftir kerfinu sko og ég bara alveg 6 tíglar ekki allt í lagi ég maður reyndar eftir einu hana sko það var 2016 það var ein sem var sko nýbyrjuð og gekk ekki vel í mótinu en við fengum sko 3 toppa þú veist aldrei sko. Það er bara að halda sig við kerfið og vona það besta og vera bara jákvæður sko sko ég er með kerfið hérna útbrentað það er svolítið öðruvísi heldur en margir sem eru lengra komnir spila
það vantar þarna alltaf Forsing Grand á móti Hálít sem að flestir spila og það eru svona þættir, ég ætla ekki að fara að þylja upp hvað öðruvísi í kerfi þessa árs á Íslandsmótinu einmenningi en í öðru, en mér sýnist að sem sagt mótshaldarar séu að reyna að finna kerfi sem að bæði lengra komnir og byrja og svona þeir sem að kunna ekki mikið geti spilað. Ég held að það sé alveg rétt. Þetta er mjög einfalt og það er kostur. Já, það er kostur. Þó að kannski sem við finnst það kannski í það einfaldasta. Einmitt. Já. Heyrðu, þetta verður gaman og var gaman af því að það er komið sunnudagur. Kannski eru þið Íslandsmeistarar í einmenningi glæni í gær. Í gær, 2025. Ef svo er, til hamingju með það. Takk fyrir það. En ég nefndi munin á skák og bridge. Og Páll, það vill þannig til að þú ert ansi lungin skákmaður, ekki satt? Jú, ég held ekki alveg sagt það sko. Þú ert að tefla mikið? Ég teldi, ég tefli regla og búin að tefla til orðin ár. Á sama tíma og ég svona kannski minkaði aðeins britsið, bara svona tilbreyting og svona. En skákin er líka skemmtileg, en það er samt eitthvað sko, það er eitthvað einhverju töfrar í britsinu sem er ekki hægt að toppa sko. Það er ástæðan fyrir okkur finnst ekkert gaman að spila félagsvist sem dæmi. Því við vitum að það er til annað spil sem er bara margfalt stærra og meira og allt þetta sko. En skákin er skemmtileg og hún tengist britsuna margan hátt. Það er þetta með að sjá fram með tíman. Já, til dæmis. Og útilokunar aðferðin og Keppnisskapi. Og hérna bara þessi, hvað maður segja, líkindafræðilegi útreikningur. Þú notar hann mikið í skákinu og ekki líka? Lenti einu sinni í heimabrits með Helga Ás Gretarssyni stórmeistari í skák og ég var að reyna að kenna honum brits og ég var svona að reyna að útskýra fyrir honum. Ég sagði Helgi, ég veit þú skilur þetta ekki alveg sko, en þess að í brits þetta stundum að taka vonda ákvörðun af því að þú gerir ráð fyrir því að anstæðingur muni. Og þá sagði mig, Páll, ég ger þetta í skák all the time. Ég er alltaf að spila á anstæðingin sko. Ég er ekki á því level í skák að vera stórmeistari og skilja það, en það er sálfræði mikil í báðum greinum sko. Það er nefnilega það. Það er líka mikil sálfræði í skák. Ekki bara framkomuleg. Nei, algjörlega bara hvað þú ert að reyna að gera sko. Já, einmitt. Svo er náttúrulega þetta sko band og þetta traust sem þarf að vera frá þér til makkers þins. Þú ert náttúrulega sólóist í skákinni. Já, það er þetta tilfellið sko, og að því leitin til britsið náttúrulega svona með félagsleira. En þó þessi líka alveg skemmtileg kringum skákina sko, ekki spurning. Heppnisfaktorinn er meiri í brits. Hann er það. Því styttri sem mótin eru, því meiri líkur á að kannski, en það er alltaf líklegt að þeir sem spila best sko skilji sér á toppin í svona lengri mótum. Eða svolítið bara á Laugardalnum í einmengnum, það er sko 50-60 spila mót. Það er allt annað en 30 spila einskvölds sem dæmi sko. Það munur það. Svo líka kannski eitt í sem þau skákina, það er sko þessar kappskákir geta verið svo langar. Ein mistök kannski, þá kostaði 3 tíma stús í bridge. Þá tekur hvert spil bara 7 mínútur. Já, ég hætti að spila skák út af þessu. Og þá er hægt að fara bara í næsta spil ef mann hafa andlega heilsu til þess að halda áfram, sko. Og svona. Nýtt líf. Mér finnst skák vera svona eins og, bridge vera eins og skák með húmor. Já, þeir finnst mér í glaðværið í bridgeinu. Já, þetta er voðalega eins og þú segir. Þú veist, þú ert að einbeita einhverju skák og bara, þú veist, eyðir rosalegum tími í það. Já, og svo tapar og bara alveg lengja að jafna þig, sko. En það kemur bara nýtt spil eftir 3 mínútur. Þú mátt spjalla við borðið. Þú mátt svona, það er alveg viðurkennt að menn spjalla þeim saman og jafnvel gera smá grín og svona. Sko, í skák er það þannig að ef einhver maður sem kemur á götunni inn í kannski 100 manna sala sem er að tefla og hann bara segir góðan daginn, þá fer hann bara á hornu, sko. Það skal ríkja þögn, því allir eru öðruvísir. Brits eru öðruvísir með það. En hvað með minniskubbin?
hann skiptir náttúrulega alveg gríðalegu máli í bridge að muna öll spil, telja alla liti og fylgjast með svona tempóun og hvað að gerast og reyna að læra því en þetta minni í skákinni væntanlega líka mjög mikilvægt eða hvernig ef þú ber það saman? Já, ég held með að segja eitthvað þá það kannski bara meira sko. Það svona nútíma skákar eru þannig að þessi ungu indverjar sem eru bestir í heiminum í skák þeir bara muna bara allt og margir segja þetta séu velmenni sko. en sem sagt það reynir að minni í báðum íþróttum en kannski þú eru alltaf að flétta inn í bridgeið sko svona einhverju leikskilning meira finnst mér heldur en kannski í skákinni en sem kannski ekki alveg sérfræðingur en held að það sé nokkuð neðan þannig. Já, mér finnst alltaf gaman að bera saman skák og bridge og það eru margir sem vita ekki að sko þegar við erum að segja að heppnisfaktorinn sé hærri í bridge en í skák þá erum við samt að tala að grunnurinn í bridge byggir ekki á heppni, hann byggir allur á lógík ofan á grunninn þá kemur meiri heppnisfaktor inn í skákinni en þetta samt sko grunnurinn undirstöður hússins sem bridgespilið byggir á rökhyggja og í rauninni lítið annað en bara vísindi. Já, algjörlega. En það líka einhvers svona heppni í skák að þeim til að þú veist anstæðingurinn þú gerir kannski mistök anstæðingurinn ákveður að fara einhverja leið þú veist, það ekki endilega bara þín snild það líka bara smá heppni að hann ákvaða að leika A4 en ekki A5 og allt þetta sko. Þannig að það alltaf ég held að það sem í öllum íþróttum sko. en hvort sé ekki að heillandi íþróttir en í mínu tilviki þá ég aðeins meiri svona bridge-fíkill sko, heldur en skák-fíkill en gaman að blanda þessu saman. Og þú varst ekki gömul þegar þú varst byrjuð að tefla og þér gekk vel? 8-9 ára sko. Og spilaði mjög mikið sem krakki og úlingur og alltaf. En svo ekkert svo kendi ég syni mínum að tefla og svo eftir hann mann mig 17 ára þá var við ekkert spila meira með hann. Nei. En það mjög algengt að bridgespilarar hafi líka verið ágætir í skák. Já, virkilega sko. Það bara mjög margir sko. Jón Baldursson leita heim og fleiri sko. Og mér finnst þetta svo fyndi þegar einhverjir sko frábærir skákmenn bara ná aldrei neinum árangur í bridge. Mér finnst þetta svo fyndi. Þannig að þetta ekki eins kategóriur þótt þessi margt líkt. Alls ekki sko. Og það líka bara í bridge eitthvað svona það eitthvað svona element sem ekki alveg hægt að fanga sko. Ég myndi kannski komast næst að kalla það einhver svona touch sko. Þú veist, þetta ekki alltaf spurning að gera það sem rétt svona Þú fórnar mönnum í skákinni og hinn kannski fattaði ekki að það var tilgangur með fórninni og hann stekkur á hana og það kannski að einhverju leyti líkt í að stilla mönnum upp í vegg með einhverju sögn í bridgesinum eða hvað? Ég held að það sé alveg svoleiðis sko. Með það ekki María? Jú, ég man eftir því þegar maður var úlingur og krakki, þú veist, það var mjög algengt að maður fórnaði. Ég held að María hafi örugglega verið típan sem að fór byggt í sóp. Fléttudrottningin. Og ég gerði jafntefli með hann Þröst Þórhall. Nú? Já, ég vona hann fyrirgefur mér í sjónvarpi. Heyrðu? Ég vann með honum, heyrðu. Af því þú talar hann, ég held að hann hafi verið að spila í gær á þessu Íslandsmót. Ég ætla bara að segja Þröstur Þorláksson. Ég vann með honum sko og ég þegar ég gerði, hann bauð mig jafntefli það var í vinnunni og þá horfði ég ekkert á sjálfa mig ég bara fór með allt í borð og vissi náttúrulega myndi tapa alltaf fyrir hann þannig að þú veist ég bara en svo bauði það mig jafntefli svo fór ég yfir leikina sko ég var sest inn í skrifstofuna sko ég hefði getað unnið hann og svo fór ég aftur til hans og ég sagði heyrðu nei ég ekkert samþykkt á jafntefli og svo þá rakti hann alveg fyrir mig sko þetta var náttúrulega bara mjög gaman sko Halli Sigurjónsson vinur minn frá Húsavík hann gerði jafntefli við Spassky þegar hann var 9 ára gamall ég hef margoft reynt að kenna hann á bridge það gengur ekki neitt Já, ok Fyrirgefðu Halli
Heyrðu, en hérna ræðum aðeins við erum búin að hvetja nýtt fólk og þeir sem eru bara svona aðeins byrjaðar að spila, að taka þátt í mótum eins og þessu, skemmtilegu, þótt að heiti Íslandsmót þá er svona sá þröskuldur, hann er ekkert hár og það að stökkva af stað og fara inn í klúbbana og taka þátt í skemmtilegum einskvölds tvímenningum við reynum alltaf hér við þetta borð í þessum brittsþáttum að hvetja ykkur sem að langar til þess að taka þátt í keppni, fara út úr stofunni og spila að bilið þarna á milli það er ekki stort bara kýla á það en ég ætla næst að ræða við ykkur skemmtilega nýjung í brittstarfi okkar sem er úrvalsdeildin í britts og þið hafi bæði tekið þátt í því að spila, þið hafi bæði verið í sveitum sem hafa verið að keppa í þessu móti. Það sem að mér langar til þess að segja ykkur er það að það er bara ókunnugt fólk að stoppa okkur sem hafa verið að lýsa þessari keppni og þakka fyrir og segja bara rosalega, ég bara mitt ekki í huga, gæti verið svona gaman að horfa á Britts í sjónvarpi og svo er svo mikill kennslu þáttur í þessu. Eftir loksastöðum frægubjörn. Tja, veit ekki hvað skal það segja en ég sé það að þarna þetta nær til einhvers hluta sem að hefur kannski ekki áður verið samband við og eru ekki bara sammála með þetta hefur tekist rosalega vel bara virkilega og bara frábær sko ég líka þetta er bara viðbót bæði svona kynningarlega á spilinu en líka bara svona viðbót við Britts Twitch og bara streymi almennt og það er ekki að vera töluleiki, það getur verið skákin er alveg risastór á Twitch líka það er bara mjög jákvæmt að Britts sé að stimpla sig inn þar fyrir það að formata á þessu móti búið að skemmtileg ég er búin að spila það í þessu annarkvæmt vinnur setjum minn 20-0 eða tapar 20-0 en ekki millivöður en mótið er flott og örgulega komið til að vera mjög vel sett upp settið er býsna flott þið hafði ekki komið inn í stúdíóið Nei, ég var ekki í sjónvarpsleiknum sem ég átti að vera en lúkar mjög vel það er svolítið bras að setja upp leikmyndina og sko en það sem er skemmtilegt er að þarna er líka ónýtt hliðarstúdíó eða sett þar sem væri hægt að sko síðar fá spilara eða aðra til þess að bara setjast niður eftir leik eða fyrir leik eða eitthvað svona, þannig að það eru möguleikar í þessu sem ennþá eru ónýttir og það sem að svona flestir segja við mig, það kemur óvart hvað þetta er gott kennslutæki ef þú horfa á þetta þá lærir alltaf eitthvað að greina, þarna eru náttúrulega menn sem oftast kunna eitthvað fyrir utan mig og þeir eru að greina sem sagt af hverju gerir hún eða hann þetta og svona og þetta er náttúrulega bara fyrir byrjendur eða þá sem ekki mjög langt komnir og eru alltaf staddir á sama stað að spila kannski við aðra sem eru á sama level þeim er bara boðið upp á ókeypis háskólanám 1, 2 og 3 og ég held að þetta sem skiptir mjög miklu kennarinn kemur aðeins upp mér þetta er svona þetta er svo visuált þetta er svo sjónrænt þú fær tíma til að sjá hendina og velta fyrir þér þegar þú horfur á Britts í bara á staðnum þá gerir það svo hratt og maður er ekki sumir svona fyrir þetta að það hefur tekist vel upp hjá ykkur sem hafa verið að skýra þetta er bara vel hefnað mjög vel Matthías, þú varst nú að tala vel Matthías Imsland áðan út af öðru þetta ég held að þetta sé miklu leyti hans framtak bara að ná þessum samningum og hann er allstaðar að gera góða hluti fyrir Britts heiminn það er alveg rétt og næsta föstudag sem sagt í sjónvarp Símans þá er síðari undanúrslita viðureign sýnt á Símanum, Twitch og YouTube klukkan 7 á föstudaginn á síðari undanúrslita viðureign og svo held ég að úrslitaleikurinn verði ekki fyrir að loknu Madeira mótinu því það styttist í það ert þú leiðinu þangað? Já enn eina ferðina 16 ári í röð
geggjað. Mínus COVID. Já, einmitt. Ég hef aldrei farið á Madeira. Nei, Ég er svo lengi kennari, sko, þetta er ekki best tími fyrir kennari að fá leyfi, en nú er ég, það sem ég í dag er ég bara svona mesturluti frjáls lögfræðinemi, því að hafa þetta verkefni og annað, en ég er búin að skipuleika þannig að ég er að fara með mínum gamla vini Frímanni Stefánsinni sem að spila mótið. Íslandsmeistarar yngri spilaði 1999. Er það bara? Já, við fara saman. Já, ok. Það verður gaman. Það var þó nokkur sem hættu við þegar Play fór á hausinn. Var það? Já, en við erum alveg held í 100 og eitthvað, sko. Já. Við tökum bara nokkra millilendingar og endum ekki Já, einmitt. Ég þarf að taka 3 flugvélar á leiðinni heim, staðan fyrir eina. Já, ég skil. En ég óska ykkur góðrar ferðar. Já. Og ég veit að þetta verður skemmtilegt. Það er æðislegt. Ég hef sjálfur verið þarna, kemst ekki þetta árið, en þetta er auðvitað ótrúlega skemmtilegt mót. Ekki síst vegna þess að það er bara ekkit svo mikil spilamennska, þú getur gert svo margt annað. Það er ekki oft bara 200 manns? Miklu meira. Nei, af Íslendingum? Já, við erum svona 150 kannski. Já, ég held að það hafi verið metið fyrir það. Þá hafa þeir verið, sko, eitthvað nálega 250. Eitthvað svo leið, sko, já. En svo bara tógar þessi eiga í þig. Já. Það var nú svo skritt, já. Ef þú ferði einu sinni og ferði alltaf aftur, það er bara starrinn. Er þetta þá ekki líka, Marja, er þetta ekki bara flott mót og flott frífrið með fólk líka sem að kannski er ekkert búið að spila svo mikið af því að þetta er ekki mjög strangt prógram? Já, þetta hendar og þetta hendar líka mjög mögunum vel að koma mér vegna þess að við spilum ekkert lengi og þetta er bara kannski frá 4, 5 til 7:30 eitthvað svolítið, sko. Heyrðu, það er komið að lokum hjá okkur en ég ætlaði aðeins að biðja ykkur að greina hérna svona varandi styrkleika og veikleika. Þú varst að segja áðan að það kemur alltaf nýtt spil. Já. Og ólíkt skákinni sem að þú ert kannski marga klukkustundir að tefla þá einmitt þú fær nýtt líf og þú getur breytt endurskrifað söguna. Hverja telur þú svona þína helstu styrkleika í bridgespilinu og hverjir eru veikleikar þínir ef einhverjir? Já, sko veikleikarnir eru nú þolumæðin og ég man nú bak við treð fyrir að Guð útlutaði þolumæðin og og svo líka sko ég er ekki góð í kerfinu sko, búin að spila í 60 ár og kann alla kerfið en styrkleikin er kannski sko borðfílingunni líka sko, ég les borðið og já og mér finnst ég finna á mér sko hvernig hlutinir eru og hvað þetta er og sem er náttúrulega bara vitlaust því að þetta er bara vísindi sko starffræði. Nei, þetta er ekki bara vitlaust, það er eitthvað næmi sem skapast og svo er það keppnisskapið á mér sko. Já, það er alveg rosaleg keppnisskap. Já, rosaleg keppnisskap. Það, þú veist, ég veit ekki hvort það kallast veikleiki eða styrkleiki sko, það getur farið sko með mig í gönur eins og maður segir. Náttúrulega sá sem kann að tapa hann vinnur aldrei neitt. Já. Herðu, mér finnst þetta heiðarleg lýsing og ég tengi alveg við þetta sem mútt að segja. Já, okay. En Páll, þín er styrkleikar og veikleikar? Ég held að sko veikleikarnir séu svona kannski svona aðeins fyllt bara fyrir gaman tíð að maður hefur kannski svipað Marja, svona svolítið keppnisskap og og svona sérstaklega í gamla dag þá lét maður makka svolítið að heyra það og svo svona mestu viti hættur því en ég er náttúrulega bara ég læri bridge þegar ég er sko 14 ára læri bridge þegar Ísland er heimsmeistari bridge og býrðu það ég bara vídeóspilur í jólagjöf þegar ég er 14 ára og Palla og félögum og Yokohama og fallegt en þannig að ég er með sko mjög góðan grunn og þó ég hafi allmest ekki spila kannski mjög mikið síðust 10 árin þá finnst mér ennþá að hafa grunn og núna svona upp á síðkast ég búin að spila þess meira þá finn ég alveg að þetta er þarna ég hef alltaf haft brjála sjálfstöðst í bridge og það hjálpar það er einhvern veginn bara ég vil helst alltaf vera sagnafi það er ekki alveg nógu gott heldur Manstu þegar við verðum Íslandsmeistarar í tvímenningi í Butler Já. Ég og þú. Já. Að eitt af því sem við gerðum var að við kíktum aldrei á stöðuna í mótinu. Já, það er rétt. Já. Þannig að ef maður vil gefa svona ókeypis
ráð, Já. þá getur þetta Ef það truflar Það er mjög góð pæling, sko. ekki síst þegar svona stórir hugar Já, af því að það er, og það var Mjög mikið flæði, fjandskap. þú veist, það var flæði, Já. það var bara gekk vel, og þú brýtur ekkert upp með að búa til einhverja væntingar, þú heldur bara áfram. Ég held að golfararnir gerir þetta líka, sko, þeir tekja ekki aldrei á skókortið, þeir bara spila. Og það gerðu við, og ég held að það hafi verið svipað þegar ég var Íslandsmeistari 2012 í tíminning með Stebba Stef. Það var eitthvað svona, það var bara veitt grand og þú bara rúluðu mótur upp. Þetta eru Bols, Heilræði, og Maríu. Björnsað Þorláks og Maríu. En já, þetta er skemmtilegt. Það er auðvitað, þú veist, endast að læra og bæta við sig í bridge, alveg sem að góð stattur. Og við höfum öll styrkleika og veikleika, sko. Og hægt að spila bridge á mjög mörgum stigum, bara til þess að hafa gaman að því, þurfa ekki að leggja á sig ný kerfi og mikið minni, heldur bara svona göslast áfram og hafa gaman, eða sökka sér óendanlega djúpt. Og svo bara 100 manna einmenningsmóta næsta ári. Það stefnir í 100 manna einmenningsmóta næsta ári. En kæra þakkir, María og Páll Þórsson, það er mjög gaman að spjalla við ykkur. Og þakka ykkur, kæru hlustendur og áhörvendur, bridge-þætti samstöðurinnar er lokið að sinni. Verðum aftur í loftinu eftir 2 vikur, verðið sæl. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagur minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.